Komið sælar og blessaðar, kæru meyjur. Þá er komið að lestrinum ykkar. Og meðan ég er að græja reykjelsið, við ætlum aðeins að skoða bara hvað er að gerast hjá okkur núna og næstu daga. Það byrja ykkur að láta hugan hvarfla, eða láta hugan reika, skulle ég segja, til svona ykkar nánasta umhverfis, áhugamálan ykkar, vinnunar, vinahópsins og svona hvað þið eru með efst í huga. Og svo ætla ég líka að biðja ykkur að beina huganum að mikilvægri persónu í lífi ykkar. Einhver sem kemur upp í hugan þegar ég segi þetta. Biðja ykkur aðeins að hugsa til hennar á meðan að ég er að lesa og svo sjáum við hvað kemur til okkar varðandi þessa hluti. Ok, kæra meyja, þá byrjum við. Fyrsta spilið þitt, meyja, það er bara sumarið sjálft. Krabbi, ljón og meyja eru stjörnumerkin sem tengjast þessu spili. Og í sumrinu eru þetta hlýja, birta, ylur og jákvæðni og bjartsýni og allt það góða sem að þið getið tengt við sumarið. Sólblómið er náttúrulega bara eins og stór broskall. Og það er bara eitthvað gott við þetta spil sem segir mér að ykkur líður vel í augnablikinu allavega. Líka það að sumari getur verið mikilvægur tími fyrir ykkur. Hvort sem það var þá síðasta sumar eða næsta sumar. Og þið eru kannski að horfa eitthvað til sumarsins upp á hluti sem er að fara að gerast eða eitthvað sem að ykkur dreymir að gerist. Allavega bara svona blúsandi falleg sterk orka sem að er ykkur efst í huga þessa dagana. Síðan er það nánasta umhverfið ykkar, heimilið og fjölskyldan. Þar kemur bara námsmaðurinn. Kannski er heimilið ykkar fullt af námsmönnum eða ykkar nánasta fjölskylda. Að það eru fólk sem er í skóla. Það eru hvers kyns skóli sem er. Það getur líka verið tímabil framundan þar sem að þú og svona þínu nánustu er að fara að ganga í gegnum tímabil sem er að skila ykkur einhverjum lærdómi. Í bara hvaða meiningu sem er í raun og veru. Og já, þið eru að læra hvort af öðru líka. Það er líka það sem kemur hérna upp. Ok, vinirnir og vinnan, áhugamálin. Það er jarðtengingin sem að kemur þar upp, móður jörð og það að tengja sig við móður jörð. Ef ykkur finnst þið hafa verið eitthvað úr tengslum, vinahópurinn er kannski að ná saman aftur. Einhver úr vinahópnum hefur ef til vill verið eitthvað ótengdur í svolítinn tíma. Það eru bönd sem er að styrkjast. Nú þetta spil getur líka táknað náttúruna. Þannig að kannski tengist áhugamálin þín náttúrunni. Þetta er eitthvað með það að ná aftur einhverju tengingu sem að var kannski týnd en var góð áður en að það gerðist. Að vera hluti af heild og vera hluti af móður jörð. Ok. Þá er það mikilvæga manneskjan sem ég bað ykkur að hafa í huga.
Og alveg eins og þið fengu sumari hér fyrst, þá kemur núna vetrarspilið. Steingeit, fiskur, Steingeit, bogamaður og fiskur er þetta, afsakið. Það eru merkin sem eru talin hérna upp og þetta er veturinn og þetta spil er rosalega jólalegt líka með þessum grenikönglum. Þannig að þessi manneskja kemur eitthvað inn á jólin, kannski ertu að fara að eiga samskipti við hana jólin eða bara með vetrinum eftir sem að álíður veturinn. Og hún geti verið í einu af þessum stjörnumerkjum líka. Og svo táknar vetrarspilið reyndar líka í þessu tilviki að því við erum að tala persónu að þetta getur verið samskipti sem eru búin að vera stöðnuð eða í frysti í ákveðin tíma. Þannig að það er svona eitt og annað og einhver kuldi kannski búin að vera á milli ykkar. Sjáum hvað kemur meira á eftir. Óvænta elementið, það kemur hér. Það er eitthvað sem kemur óvænt og þið eigi ekki von á. Fyrsta sem ég dettur í hug þegar ég sé þetta spil, það er vogarmerkið. En þetta er réttlætið og það getur verið að þið séu búin að vera að bíða eftir einhverju niðurstöðu eða bíða eftir einhverju fréttum. Þá bara eru þetta fréttir sem verða ykkur í hag, ykkur í vil. Eitthvað sem aftur að rætast úr hjá ykkur. Það getur verið hvað sem eitthvað ferli sem búið í gangi, eitthvað sem ykkur hefur fundist ósanngjarnt í ykkar lífi. Það er núna loksins að ná balans. Lög og regla. Og já, mér finnst þetta vera bara svolítið líka, alheimurinn er bara að koma hlutunum í balans ef eitthvað hefur verið svona í ójafnvægi hjá ykkur, kæru meyjur. Sumari og veturinn, já. Og móðir jörð. Það er svolítið jarðtengt allt hérna. Enda eru því jarðarmerki. Ok, þá höldum við áfram. Já, talandi jafnvægi hérna. Ég fái spil sem heitir Balance. Og þá erum við komið með þau hérna í sitthvorn endan. Haltu róðinni því að innri veröldin þín speglast út í ytri veröldinni þína. Þannig að það er kaos innra með þér, þá býrðu til svolítið kaos ytra með þér líka eða varpar því í þitt nánasta umhverfi. Þannig að það er bara að gera að halda jafnvægi og gott að taka hugleiðslu þar sem að komið inn á miðju líkamans. Þetta minnir mér svolítið á orkustöðvarnar hérna, þessir steinar eða hvað þetta er. En jafnvægi getur verið hárfínt og þarf oft lítið til að velta hlutum við. Eins og þessi steinar virðast bara hvíla á örlitlu fleti. En hér er verið að tala hugarástandið þitt og það sem þú ert með efst í huga, þannig að þetta er nú ekki slæmt fyrir þína líðan eða þitt hugarástand. Ok, nánasta umhverfi, fjölskylda heimili, þar sem að námsmennirnir eru. Já, það er eitthvað sem er að fara að gerast hérna í nánustu framtíð. Þú mátt eiga vona á að eitthvað komi hérna. En í Deiná, eins og stendur hérna, bara hvenær sem er. Hverju ertu að bíða eftir, kæra Meyja?
Fallegir pastellitir sem koma með þessu. Pastellitir fyrir mér eru alltaf heilunarlitir. Þeir eru svona léttir og hafa í sér mikla birtu. Og það er eitthvað sem að þú ert með í huga, þar sem þú þarft að halda jafnvægi, halda róðinni, sem að er á leiðinni til þín. Vertu bara róleg. Því að þetta er eitthvað sem að togar í óþolinmæðina þína. Flesta meyjur sem ég þekki eru mjög óþolinmæðar. Og þess að ég dæmi ykkur allar hér og nú. Ok, en þetta er umhverfið þitt, þannig að bíddu bara róleg. Hvað kemur inn að næst? Það er áhugamálin og vinnan og vinirnir. Hvað var ég að segja? Bíddu, þolinmæði. Hvíldu þig bara, fylgstu með hlutunum, ekki gera neitt af því hlutirnir eru ennþá að gera. Events are still unfolding. Það verður greinilega æfing í þolinmæði hjá þér. Elskan, liggur mér við að segja. Bara gott mál. Það er alltaf gott að þjálfa sig í því sem að er manni erfitt. Ok, vetrar manneskjan hérna sem þið voruð að hugsa um. Sjáum hvað kemur þar. Ok, það er tunglið. Tunglið kemur inn á innsæið og allt sem gerist í hringrás. Það er að segja það sem kemur aftur og aftur. Tungli vara líka við blekkingum. En tungli bendir þér á að í þessu flæði hérna meðan þú ert að bíða og meðan að þetta er á leiðinni til þín, þá þarftu bara svolítið að virkja rósemina fyrst og fremst og virkja þetta innsæið þitt sem að tungli stendur fyrir. Tungli stendur líka fyrir alla kvenlega eiginleika. Kannski verða þeir bara uppi við á næstunni. Og varastu að verða tunglsjúk, heyri ég. Fyrir ykkur sem eigi það til að verða tunglsjúk á fullu tungli, þá er bara gott að vita því fyrirfram. Þegar ég segi tunglsjúk þá meina ég bara að þið finnir sterklega fyrir orku tunglsins þessar dagar sem að það er í fullum skrúða. Ok. Og þetta ferli sem er í gangi hérna, ég ætla að segja það fyrir ekki, ég glemdi því, þetta getur verið eitthvað sem að þið eru að gangi gegnum aftur og aftur, eins og tunglið og sínum 28 daga eða hvað það er, hring. Þannig að það er kannski verið að benda ykkur á það að þó að eitthvað klárist hérna, að þá munið það alltaf snúa aftur til ykkar. Ok, bara varist blekkingar, ekki láta blekkjast af einhverju sem þið vitið að er ekki raunverulegt. Ok. Vogin hérna á endanum, þetta óvænta. Já. Það getur verið einstaklingur hérna sem er með eitthvað plan í gangi og hann er búinn að sigta út stefnuna. Þetta er það ekki, þegar maður er að sigla. Og er að gera svona drög að því að fara að koma inn í lífið þitt og nálgast þig. Þannig að svona eins og refurinn, ég veit ekki hvort þið séð það í dýralífsmyndunum þegar þeir stökkva og bora sér ofan í snjóinn eftir smádýrum sem eru undir. Hann er hérna í lausu lofti og er í miðju stökki og á síðan eftir að kafa djúpt. Þetta getur líka verið
já, eitthvað annað en manneskja, af því ég sagði nú að þetta væri einstaklingur eða manneskja. Það getur verið eitthvað sem kemur inn í líf ykkar sem að bendir ykkur á að gera plan þar sem að þið hafi ekki verið áður með plön, eða þið fáið bara fullbúið plan eða kort frá einhverjum sem réttir ykkur bara eitthvað og segir, versku, ég er hérna með þetta frábæra plan, hvað segir við þessu? Hvað sem það er þá er þetta allavega eftir að koma ykkur mikið á óvart. Ég segi ykkur það, kæru meyjur. Og miðað við meyjurnar sem ég þekki þá er það ekki alveg uppáhaldið þeirra. Höldum áfram. Það sem er í kollinum á þér núna, jafnvægi. Úríel og Sfinxinn, þetta er erkiengill sem heitir Úríel eða Júríel, ég veit ekki hvernig að bera þetta fram. Hann fór til Sfinxins með spurningar og var að bíða eftir svörum, þannig að það er eitthvað sem er að ljúkast upp hérna, einhver svör sem þú ert að fá. Og hvort að Sfinxinn, ég þarf eiginlega að googla þessa sögu aftur, ég er búin að gleyma henni, hvor þeirra það var sem réði gátuna. En það skiptir kannski ekki öllu. Það er allavega verið að leysa hérna einhver mál sem að þú hefur verið að velta fyrir þér lengi og þú ert bara loksins að fá svör við. Og það getur bara hreinlega verið að því að tíminn hefur ekki verið réttur. Eða þú hafir breytt gangi mála með ákvörðunum sem þú tókst. Ákvörðunum. Og hvað það var erfitt. Allavega svörin eru bara á næsta leiti. Ég tengi það við hérna það sem kemur á eftir. Ok, sjáum hérna aftur. Nánastu umhverfið, heimilið. Það sem þú ert að bíða eftir. Já, það er skrifarinn mættur. Ok. Skrifararnir hérna í den í gamla daga, þeir voru eins og ljósritunavélar. Þeir voru oft á tíðum að kópíera texta, afrita texta. Það gátu verið trúarlegir textar. Það gátu verið textar sem að máttu aldrei fara fyrir sjónir almennings. Það voru bara einhverju útvaldir sem fengu að lesa þá, oft kirkjunamenn. Og þetta svona talar, afsakið. Þessi tvö spil hérna talar svolítið saman með þetta svar eða þessi svör sem að koma hérna í þessu spili. Það er eitthvað leyndarmál hérna í gangi, eitthvað sem að hefur farið leynt. Skrifararnir unnu oft í myrkri með bara smá ljóstýru og þeir náttúrulega bjugguðu mikilli visku og vissu margar hluti sem að þeir í raun og veru lærðu bara leið og þeir færðu þá í bækur, leið og þeir voru að skrifa niður. Þannig að það er eitthvað sem er að ljúkast hérna upp, eitthvað sannleikur. Það er svo skrítið, ég fæ enga tilfinningu fyrir því hvað það er, en það gæti komið hérna í næstu umferðarspilum. Þetta er allavega eitthvað sem að er á leiðinni og þú þarft bara að bíða þolinmóð, kæra meyja. Svo er það vinirnir hérna, áhugamálin eða eitthvað því tengt. Það sem að biðin er, kemur þessi fallega drottning, tilfinningadrottningin. Þetta getur verið manneskja, þarf ekki að vera kona, en einhver sem er næm, einhver sem að fylgir tilfinningunum sínum,
hefur þær upp á yfirborðinu og leyfir öðrum að sjá þær og finna fyrir þeim. Það er að segja tjáir þær. Og þetta er oft manneskja sem býr yfir einhvers konar dulgáfu eða skyggn eða hefur svona aðra sýn. Og það er spurning hvort að þetta sé einhver manneskja sem þú ert að bíða eftir eða hvort að þú sért að bíða eftir því að þessi partur af þér komi upp á yfirborðið. Eða partur af einhverjum öðrum. Það er allavega verið að tala mikið tilfinningaflæði hérna. Ok, kæra Meyja, höldum áfram. Persónan mikilvæga sem að tunglið talaði hérna áðan. Þá færðu fuglshreiðrið ofan á hana. Segi mér bara það að þessi manneskja, hver sem hún er, hún mun áður en líður á löngu verða partur af þínum nánasta hópi. Það er að fjölga í hreiðrinu. Á meðan að ungarnir eru kannski flóknir, þá kannski er búið að myndast pláss fyrir þessa mannesku sem kannski hefur ekki verið pláss fyrir áður. Ef til vill eru þið að fara að stofna saman heimili með ungunum ykkar. Allavega er þetta jákvæð og falleg viðbót og þið sjáu að sólin skín á þetta fallega hreiður. Móður eðlið og móðurorkan kemur þetta sterk í gegn. Mikill svona kærleikur og fallega tilfinningar í þessu spili. Þannig að það er einhverja breytingar varðandi heimilið þitt, kæra Meyja, varðandi þitt nánasta umhverfi. Og það hefur eitthvað að gera með að einhver er að flytja út og einhver er að flytja inn. Og sambönd er að myndast og svona það á eftir að ríkja meiri gleði og samheldni hjá þér og þessari mannesku heldur en hefur verið áður. Frábært að sjá þetta, skýrt og fallegt. Óvænta elementið sem kemur hérna með honum Rebba, sem að var að koma hérna með plönin. Já, það felst bara í skilaboðum. Það er einhver óvænt skilaboð að koma hérna inn. Þetta er ekki bara úrslitin í fótboltaleik, þetta eru sterk skilaboð sem varða þig og framtíð þína. Þetta er erkiengillinn Gabriel, skilaboðengillinn sjálfur. Og skilaboðin sem hann kemur með, færandi hendi, þau eru þess eðlis að þau breyta lífið þínu. Þau hafa þá orku í sér að það er eitthvað nýtt að fara að koma inn í lífið sem hefur ekki verið áður. Og mér sýnist hann vera bara að leggja blessun sína yfir það sem er hérna í gangi. Með allt þetta tilfinningaflæði og þessa fallegu bústaðarbreytingar eða fjölskyldubreytingar. Flutninga verð ég að segja líka. Og mér finnst svo mikið skína hérna í gegn einhvern veginn það að fjölskyldumeðlimirnir hjálpist að meira en áður. Ok, skilaboðin hérna.
frá Gabriel. Alltaf gaman að fá jákvæð skilaboð þó þau séu óvænt. Þau verða jafnvel skemmtilegri þannig. Þá svona fer aðeins að líða lokum hjá okkur. Við erum ekki búin samt. Hvað segjum við hérna með leyndarmálið eða leyndardómana og svörin? Já. Í öllum þessum jákvæðu breytingum sem ég var að tala um hérna rétt áðan, þar eru erfiðleikar sem að nú er að ljúka. Þannig að það hangir saman við jákvæðu breytingarnar að erfiðleikar og vanlíðan eru á leiðinni út úr lífið þínu. Og ef þér hefur fundist þú einhvern tímann kæra meyja, bera byrðar eða líða eins og þú sért með eitthvað hangandi yfir þér, þá er það að líðandi lok. Betri líðan, bætt líðan, betri heilsa vil ég segja líka og ný byrjun og betri tímar. Já, og mér finnst þetta tengjast mikið huganum. Þannig að hérna áhyggjur hverfa. Já. Ok, læt það bara standa svona. Það var það skrifarinn hérna í nánasta umhverfinu þínu, þar sem að hlutirnir eru að fara að gerast von bráðar og eitthvað nám er í gangi hérna. Og auðvitað er þetta líka nám sem á sér stað hér. Sjáum hvað kemur hérna aukalega. Kemur þetta fallega tilfinningaspil. Já. Hér erum við að tala um tilfinningar sem tengjast vellíðan úr fortíðinni. Þetta getur verið manneskja sem að þú ert búin að þekkja lengi. Ykkur hefur alltaf komið vel saman og nálægð þessara manneskju hefur glatt þig og veitt þér heilun og vellíðan. Og hér er hugurinn sem sagt að hvarfla aftur í tímann til þessara stundar þegar að þið áttuð þessi góðu samskipti. Og ef þetta er ekki manneskja úr fortíðinni, þá getur þetta verið bara tilfinning úr fortíðinni og það sem við köllum stundum nostalgíu. Að eitthvað var ljúft og gott hér áður og þú horfir til þess að fá það aftur inn í lífið þitt. Þetta spil tengist líka börnum, þannig að ef er það eitthvað sem að börnin þín eru partur af, eða þú eigir ljúfa minningar tengdar börnunum þínum, eða bara frá því að þú varst sjálf barn, kæra meyja. Og fallegt að sjá þessi hérna lið þar sem að erfiðleikarnir eru hér í hérna á sínum síðustu lokametrónum og síðan kemur þessi fallega orka inn í staðinn. Ok, það var tilfinningadrottningin hérna í vinahópnum eða varðandi vinnu og áhuga mál. Og þar kemur annað tilfinningaspil. Þetta er orðið allt svolítið fljótandi hérna. Hófsemin eins og þetta spil heitir á íslensku. Hér er bara heilun, friður, sættir, málamiðlanir, jákvætt tilfinningaflæði,
og jafnvægi á milli allara þátta, jafnvægi milli hugar og tilfinninga og jafnvægi á milli líkama og hugar líka, eða líkama og hjarta, nei, já, bara hvað sem er, bara jafnvægi, eitt með stórum staf. Mjög fallegt spil og það eru líka skilaboð í þessu spili að láta tilfinningarnar flæða en hefta ekki flæðið. Þið sjáu kannski að það flóið bara úr bikarnum frá englinum og rennur bara niður tröppurnar alveg óheft að þessu fallega blómi. Það er allavega mikið fallegt tilfinningaflæði. Ég er búin að segja það áður, ég veit það er eiginlega svona það sem kemur alltaf sterkast til mín. Og þetta getur verið vinahópur, áhugamálin ykkar eða vinnan. Ef þetta er vinnan ykkar þá er þetta svo sannarlega jákvæð vinna og ykkur líður vel þar. Ok, manneskjan og hreiðrið. Sjáum hvað kemur. Já. Vá. Ok, ég bara pínu stömm stúm heitir það víst. Þetta er fallegt samband á milli tveggja einstaklinga sem að horfast í augu með skilning, tilfinningaflæði, loforð, skuldbindingu og þessir einstaklingar að fara að byggja upp eitthvað fallegt varðandi húsnæði, heimili, fjölskyldu. Og þetta er bara alveg afskaplega jákvætt og gott að sjá þetta. Það er þetta sem að skilaboði engillinn, hann Gabriel, að koma með inn og að segja frá. Þannig að bara kæru meyjur, bara óska ykkur til hamingju með þennan velliðuna pakka sem ykkar. En ég er ekki búin. Loka spilið Sko. Það er þetta fallega spil Keisarenjan. Keisarenjan talar vellíðan á öllum sviðum, vellíðan, líkamlega vellíðan, fegurð, grósku, móðureðli, kærleika. Bara nefnið það. Móðir með unga barn í fanginu, tengslum við náttúruna, tengslum við móður jörð og flæða bara ríkulegar tilfinningar allstaðar. Þetta spil mjög jákvætt varðandi allt sem tengt líkamanum, heilsufari og getnaði, kynlífi og bara almennri svona líðan. Keisarenjan bara felur í sér allt sem fallegt og gott í lífinu. Ok, þetta gæti nú ekki verið fallegra, elsku meyjur. En ég er ekki búin, það er einn stokkur eftir, áður en við fáum engil til að slúta með okkur. Skulum sjá. Hér koma væntingar upp í hugan, þannig að eftir að erfiðleikunum lýkur, þá er ósköp eðlilegt að þið séuð að horfa til framtíðar og sjá hvað kemur til ykkar eða hverju þið að vonast eftir.
Gerðu bara ekki of miklar væntingar hvorki til þín, kæra Meyja, eða til umhverfisins. Leyfðu hlutunum frekar að koma til þín í réttu flæði. Og þetta getur líka verið einhver annar sem að horfa til þín með væntingar í huga. Já, næstum að gleyma því. Ok. Nánasta umhverfið og heimilið og þessi fortíðartenging hérna. Hér gæti verið manneskja eða maður sem býr við ríkidæmi. Það getur verið ytra ríkidæmi eða innra ríkidæmi. Allavega manneskja sem bara mjög stöndug með allt sitt á hreinu og að komin í lífið þitt til að auðga það. Og þetta hluti af umhverfinu þínu. Ef þetta ekki manneskja, þá getur þetta verið líka bara það að umhverfið þitt bara að verða ríkara af öllu. Sérstaklega kannski vellíðun og góðum tilfinningatengingum. En miðað við námið og það sem kom hérna á undan, þá þá auðgar þetta alls konar nám, lífið. Svo getur þetta verið einhvers konar velgjörðarmaður eða einhverjir peningar sem eru bara hreinlega að koma til. Þú fúlsar nú ekki við því, kæra Meyja. Höldum áfram. Ofan á fallega tilfinningaflæði hérna, vinina, vinnuna, áhugamálin, fáum við þetta spil sem heitir Pathway, sem myndi flokkast bara sem leið eða stígur. Það ljós hérna við enda stígsins og fiðrildin sem boða umbreytingu, vísa leiðina og sýna það að mikla breytingar séu í aðsigi og þú ert væntanlega að fara að ganga inn í þetta mikla ljós, en það gæti verið, þó það gerist ekki í dag eða á morgun, þá gæti það verið bara eftir einhverja vikur, mánuði. Það talað með þessu spili að það 1 til 2 ár áður en breytingar gangi í gegn. Þannig að það allt í lagi bara að halda áfram með þolinmæðina sem hérna undir og gefa hlutunum bara tíma til að þróast. Skulum bara segja það. Ég þori nú bara alltaf að draga meira ofan á hérna þessa fegurð alla. Jú. Bætist hérna við barn. Hvað var ég að tala um áðan hérna með hreiðrið og börnin? Manneskja sem umræðir, þessi börn geta tengst henni, eða eins og áðan að þetta getur verið tenging við æskuna þína og að þetta sé einhver úr fortíðinni þinni. Þannig að þið tengist í gegnum æskuna eða í gegnum börn. Börnin þín, börn hinnar manneskjunnar. Og svo síðast en ekki síst, þá stendur þetta barnaspil fyrir einlægni og barnslega gleði og það að vera að sýna á sér hvað heitir það á íslensku, að vera vulnerable á ensku, að leggja bara niður allar varnir og vera bara opin. Ok, það heldur bara áfram hérna með þessa mýkt og þetta. Ofan á óvæntu skilaboðin hérna og
Já, það er eitt sem ég glemdi að segja ykkur auðvitað með keisarinjunni, ég veit ekki hvort ég sagði ykkur. Hún táknar auðvitað líka barnshafandi konu. Þannig að það gæti verið hérna að koma óvænt allt í einu barn inn í fjölskylduna sem poppar hérna úr skilaboðin hluti af því. Það er gott ég mundi það af því að barnið er nú hérna líka við hliðina á. Þannig að það er bara allt að gerast hérna. Ég held ég sagði samt frjósemi. Já, keisarinnan stendur náttúrulega fyrir frjósemi. Eitt lokaspil hérna. Já, til að kórona alla fegurðina þá kemur hérna þetta spil poverty eða fátækt. Þetta stendur hérna þetta spil sem vísbending allt sem að áður var. Þar sem að var skortur, þar verður uppfylling. Þar sem að var depurð, þar verður gleði. Og það getur verið að þessi skortur eða þessi fátækt hafi verið bara í fortíðinni. Það er verið að sýna þess að breytinguna sem að á eftir að verða á lífiðinu í raun og veru. Og á eftir að koma þér mikið og óvart. Því að ef þú hefur þekkt mikinn skort áður, þá hérna kemur þetta hérna spil sem algjör andstaða. Kannski kanntu líka betur að meta góðu hlutina, ríkidæmið og það sem er á leiðinni til þín vegna þess að þú hefur einhvern tímann áður þekkt skort. Og þessi tvö börn eru dálítið ólík og hafa alist upp kannski við ólíkar aðstæður en eru engu að síður að ná hérna saman í einhverju velgengni og gleði. Og þessi drengur sem ég sýnist að þetta sé nú, hann er að fara inn í tímabil þar sem að hann fær þá næringu sem hann þarf. Það er bara það sem ég heyri. Þessi litla stúlka er vel nærð og fín og bara glöð og ánægð með sitt. En eymdin og það sem að fylgir þessu spili, hún á eftir smám saman að líða út úr lífi þessa einstaklings. Ok, þá ætlum við bara að fá hérna einn engil til að ljúka þessu fyrir okkur og segja okkur einhver skilaboð út í nóttina með okkur. Ég veit ekki okkur ég segi allt út í nóttina. Einhver ávanni. Sjáum hvaða engil kemur fyrir meyjuna. Það er engillinn sem segir að óskirnar eru á næsta leiti. Hafðu trú þar sem að allt er að leysast í þína þágu. Já, svo mörg voru þau orð, kæra Meyja. Þetta er allt að koma. Þá ætla ég, kæru Meyjur, að þakka ykkur fyrir að horfa og hlusta og óska ykkur alls hins besta, ljós og kærleikur.